raunhæft af okkur að gera kröfur að bæði innflytjendur og flóttafólk sé svona fullkomin? Ekki fullkomin, en bara ekki að brjóta af sér. Já, það að vera fullkomin. Af því þú getur, hér á Íslandi bara þannig, ef þú fær sekt fyrir keyra of hratt, það mjög líklega að þú fær ekki. Já, við erum ekki að tala um áhræðanakstur, við erum að tala um ofbeldisbrot, fíkniefnabrot eða eitthvað þannig. Og það er ekki megin hluti fólk sem er ekki fullkomin sem að gerir það bara. En megin hlutfall að því við erum komin inn með þetta, þá er þetta ekki flóttafólk sem brýtur af sér. Þá er þetta fólk sem kemur frá ESB-ríkjum, sem er frjálsflæði fólks inn og út, sem brýtur af sér, og þetta eru að mesta leyti konur, einmitt burðardýr og eins og við sjáum, jafnvel mannsánsmál. Þannig að það er, og við erum að fangast á slíkt fólk, það er stefna stjórnvalda að gera þetta svona. Það er ekki innflytjendur frá ESB-ríkjum eða ég sem býr á Íslandi sem innflytjendur sem stjórna þessu. Þannig ég er sammála því að við eigum að finna lausnir á því málum og tala við þá sérfræðingar sem telja. Ég hef enga skoðun á því hvort við eigum að setja þau í fangilsi eða einhverja búðir eða hvernig sem fólk vill að það eru sérfræðingar sem tala um það. Hvernig getum tæklað þetta? Já, má ég skjóta inn í hérna, því að ég held sko að það eru nokkrar forsendur sem ég til að myndi bara lækka hitastigið á bæði umræðum og líka bara viðhorfi fólks almennt. Ég held að ef við myndum sko taka á þessu þannig að við værum bara, ef að allir þeir sem eru af erlendi bergi brotnu, neða kannski ekki Íslendingir af erlendi bergi brotnu heldur, bara erlendir aðilar, erlendir ríkisborgarar, myndu bara afplána í öðru ríki og svo hafa þeir bara endurkomubann. Samhliða þessu myndu við loka hælisleitendakerfinu og taka út félagslega bætur og þeir sem að finna sér vinnu og standa sér vel, að þeir geta verða bara hluti af okkar samfélagi. Ég held að ef þessar forsendur væru fyrir hendi að þá myndum við búa við miklu betri kjör hér á landi, sérstaklega í sambandi við umræður þessi mál.